Gjörðu svo vel. Ég leit nú það með á að við ættum ekki að svara spurningunni, heldur gera okkur grein fyrir möguleikunum sem að geta komið upp. Og það kom ýmislegt, ýmsar hugmyndir þarna fram sem að ég vonaði geti komið skipulega til stíla, en ábyrgist eftir að ég gera þetta í nefnilega góðri röð. Nú, fyrsta lagi þá var spurningin þingræði eða eftir þingræði og við skildum það svo að það var í stóra dráttu spurningin það hvort væri einungis kosið til Alþingis og síðan réði Alþingi ríkisstjórn eða hvort verði kosið sérstaklega framkvæmdarvaldið. Og við litum á báða kosti hvort fyrir sig og þá fyrst þingræðu. Ef við erum áhverjað þessi einungis kosið til þingsins, hvernig væri það best að hafa hlutina? Nú, það voru eiginlega held ég allir sammála að það fyrsta sem þyrfti að athuga væri að ríkisstjórnin sitji eftir þingi. Að hún ætti, ef að ráðherrar verði valdir úr hópi þingmanna, þá verði varamenn að koma inn í staðinn og ráðherrarnir sitji alls ekki á þinginu, hafi ekki atkvæðisrétt og mættu tala fyrir sínum málum og sitja fyrir svörum sín mál og ræða sín mál en ekki taka þátt í öðrum þingstörfum. Þá yrði þingmönnum fækkað verulega til þess að fjöldi eftir í heild ráðum og raunar voru heldur flestar af því að hægt að fækka þingmönnum enn frekar en ráða því sem nefnir ríkisstjórn. Og í öðru lagi þá komu hugmyndir sem sagt hvernig hægt að skiptast sæti ráðherra á núverandi fyrirkomulag að vera þar sem að meirihluti ræður hverjir eru gegna ráðherraembættum eða hvort þetta skipta ráðherraembættum einfaldlega í hlutfalli við fylgi flokka á Alþingi. Það myndi hugsanlega verða til þess að fólk talaði skynsamlega saman og menn lenti ekki í þessum einu flokkarna. Þetta náttúrulega krefst þess þá að það sé kosið eftir listakosningu og kæmi veg fyrir að væru hrein einstaklingsframboð, menn yrðu einhvern veginn að tilheyra einhverjum ákveðnum flokki til þess að vera hægt að reikna út hlutfall. En það kom líka upp hugmyndir að það ætti að vera persónukjör og landið ætti að vera eitt kjördæmi, jafnvel. Og þetta fer ekki alveg vel saman. Nú, annað sem menn vildu breyta í núverandi skipulagi var að allar ákvarðanir verði á ábyrgð eins ráðherra, heldur ættu ráðherrar að þurfa að leggja allar mikilvægar ákvarðanir fyrir alla ríkisstjórn, þannig að alla ríkisstjórn sé ábyrg fyrir mikilvægum ákvörðunum. Það er ekki sameiginlega ákvörðun.
í því sambandi var einmitt mikið rætt að það þyrfti að stöðva þetta formannaveldi sem allir virðast vera sammála sé ekki ríkjandi. Nú hvað þá með þingið þegar ef að ríkisstjórnin situr eftir þingi, hvernig á það að hafa hlutina, þá væri mikilvægt að þingið geti leitað til sjálfstæðra stofnana sem eru ekki hluti af ráðuneytum, svo sem einhvers á borð við Þjóðhagsstofnun sem áður var og kannski fleiri slíkra. Við fórum nú ekki út í að ræða það í smáatriðum. Nú, þetta var heldur það sem að snýra þingræðinu. Ef hins vegar væri kosið framkvæmdarvald. Nei, það er eitt sem að ég á eftir að nefna. Það kom svo hugmynd, frekar nýstöðra hugmynd, var svo að það væri bara kosið til þingsins, en síðan yrði ráðið í ráðherrastöður með svipuðum hætti og dómarar eru settir í sína stöður. Nefnilega að það væri bara ráðnir ráðherrar á sínu sviðu og hópi sérfræðinga á þeim sviðum og á grundvelli hæfileikamats og með fulltingi kannski stofnana borðið háskóla til að meta auðsendendum ráðherra. Þetta er hugmynd sem að alveg sér að báti og það er vel þess virði að hugsa frekar. Þá er komið að því að sé kosið. Ég held að það hafi ekki verið mikil getning fyrir að það væri þetta bandarískt kerfi óbreytt. En það kom fram svo hugmynd að það var ekki kosið bara forsætisráðherra. Heldur væri kosið, allir ráðherrar væru kosnir, menn byðu sig fram í ákveðnu ráðuneyti. Það væri fækkað ráðuneytum og menn byðu sig fram í embætti, þannig að væri hægt að dæma hvort það væri hæfur akkúrat í það embætti. Nú, ein róttækasta hugmyndin var svo að leggja þingið alveg niður og kjósa rafrænt öll lög, en menn voru sammála að það þyrfti fyrst að ala þjóðina upp í lýðræðislegri umræðu í nokkra áratugi áður en það. Það var eftir að nefna eitt sem á við bæði fyrir kortrætti fyrirkomulagið, nefnilega að kjósendur geti lagt fram frumvarp til laga. Ákveðinn fjöldi kjósenda eigi geta lagt fram lagafrumvarp og þingsályktunartillögur og stjórnarskrárbreytingar. Og önnur tillaga því tengt að þingið sé skylda til að ljúka öllum málum atkvæðagreiðslu. Þannig að þessi mál sem að þjóðin er fram á sér lögð fyrir þingið hljóti afgreiðslu. Og það sé ekki leyfilegt að láta mál daga uppi. Og ef að þingið getur ekki hlotið málum, þá verður það bara til annars þings en það verður sett ákveðin tímamark á hvernig sé hægt að afgreiða slík mál. Þá held ég sé búin að nefna allflest, en við ræddum lítið forseta Íslands af því að það var í öðrum hópi og ég bjóst fram til
þingræði, en við ræddum þó að hann nálast samkvæmt stjórnarskrá að skipa ráðherra. Og við ræddum þá hugmynd sem kemur utan frá að þann möguleika að við núverandi skipulag þá mætti auka möguleika forsetans á að skipa til dæmis minnihlutastjórnir og utanþingsstjórnir og þá með þeim hætti til dæmis að forseti fengi einungis vald til þess að setja lög í þjóðaratkvæðagreiðslu sem þingið hefur samþykkt, heldur líka lög sem þingið hefur hafnað. Þannig að ef ríkisstjórn situr í andstöðu Alþingis og leggur fram lög sem þingið hafnar, að þá geti forseti sett þau lög í þjóðaratkvæði. Þá held ég þessi hafi minnst á flesta því sem kom fram í þessu umræðu og það kann að vera ég að við gert einhverjum. Eitthvað sem við bæta við þetta?